Velkomin á þetta námskeið sem ég kalla sterkir sjúklingar. Þetta er rauninni bara hluti af stærra verkefni eða átaki kannski, veit ég hvað ég kalla það, sem ég kalla standa vörð góða heilbrigðisþjónustu. Og þá er ég fyrst og fremst að höfða til almennings, sjúklinga og aðstandenda að standa vörð heilbrigðisþjónustu sem þeir eru að fá á hverjum tíma. Þetta átak er sérstaklega miðað við þá sem eru að nota heilbrigðiskerfi mikið, langveika eða aldraða eða aðstandendur, þeir sem vilja læra að verja sig gegn mistökum í heilbrigðiskerfinu. Af hverju ég standi í þessu? Ég heiti Auðbjörg Reynisdóttir og gaf út bók fyrir 2 árum sem heitir Banvæn mistök í íslenska heilbrigðiskerfinu, hvernig lifir móðir af slíkan missi. Í yfir 20 ár er ég búin að berjast fyrir bættri heilbrigðisþjónustu, fyrir meira öryggi og fyrst og fremst fókusar eða reynt að ná eyrum stjórnenda og embættismanna. Það hefur ekki tekist. Veit ég ekki af hverju, en mig langar að sjá hvort að sjúklingar og aðstandendur bregðist við eða sjái gildi þess sem að ég veit nú í dag. Og eftir alla þessa reynslu, ég er búin að sækja margar ráðstefnur, ég er búin að lesa mikið, ég er búin að tala við fullt af fólki allan heim, bæði fagfólk og sjúklingar sem hafa lent illa í kerfinu og ógrynna fólki á Íslandi. Við fengið að kynnast og því miður, við svíður að sjá ekki breytingar. Þess vegna langar mig að vita og gera tilraun á hvort að sjúklingar og aðstandendur sjái gildi í þessu og hvort þau geti notað þetta. Ef að margir gera lítið, þá getur það gjörbreytt öllu kerfinu. Gæði heilbrigðiskerfis fer eftir af því að heilbrigðisþjónustan er svo persónuleg, þá er þetta svo mikið bara upplifun og reynsla sjúklinga, hversu góð hún er. En embættismenn, stjórnendur, þeir mæla heilbrigðiskerfið gæði þess allt annan hátt. Þar erum við með tölur OECD og bera saman milli landa. Þar er ekki beint verið að horfa á reynslu sjúklinga eða viðhorf þeirra gagnvart kerfinu og upplifun þeirra á kerfinu. Það er meira að segja ekki borin saman mistök milli landa. Ég hef hvergi séð það á Íslandi. En það er annars vegar gæði og svo er það öryggi. Gæðin er upplifun. Öryggið er að við verðum ekki fyrir skaða. Og kerfinu sem á að lækna okkur. En þetta hvort tveggja fer svolítið saman. Og ég tala ekki þegar við verðum fyrir skaða. Hverju mætum við þá? Og ég get alveg sagt að það er alveg hræðilegt. Þannig að varast mistökin, það er besta vörnin. Og þegar sjúklingar og aðstandendur vita hvernig við getum varist og beita þeim verkfærum og bara spurningum, eftirliti á staðnum, þá verður heilbrigðisstarfsfólk vandar sig betur. Bara það eitt að lesa sjúkraskrána sína getur haft áhrif á gæði þjónustunnar. Eins og þá veit starfsmaður að það er verið að fylgjast með. Sjúklingurinn er meðvitaður hvað er góð og þjónusta. Þannig að ef þú vilt taka þátt í þessu, þá er það frábært. En þetta er rauninu bara, ég er að stíga út fyrir minn þæginding. Ég hef aldrei tekið upp svona
online námskeið. Þannig ég bara að læra á leiðinni og þú kannski sér það eftir því sem á líður að ég verð betri og betri þó að þetta sé ekki fullkomið, en ég ákvað þegar ég sá hvað ég hefði getað gert betur þá ákvað ég að vera ekki að gera allt upp á nýtt. Þetta bara að láta þetta fara, það þarf ekki að vera fullkomið og við erum ekki fullkomin. Við erum öll mannleg, við eigum öll okkar misjafnu daga og það er heilbrigðisstarfsfólk líka. Heilbrigðisstarfsfólk er að upplifa áföll, sorgir, alls konar raunir í lífinu, alveg svo við öll hin. Og það er víða í atvinnulífinu er talað að flestu mistökin eða versta þjónustan er veitt rétt fyrir helgi. Þá fólk, starfsmenn orðir þreyttir, þeir eru farin að horfa bara helgin og frí. Þannig að, og það gildir líka í heilbrigðiskerfinu. Þannig að þessa daga þurfum við að vera sérstaklega á varðbergi. Og varkárni er bara góður kostur. Að vera varfærin og láta vita þegar við erum óörugg, þegar við ekki er á okkur hlusta. Það er bara okkar réttur. Og það er ýmsar leiðir sem ég bendi á sem við getum notað til þess að fá áheyrn og passa okkur. En ég vona þetta gagnist og ég vil endilega fá að heyra hvort þetta og hvernig það hjálpar. Ég á nóg efni. Ég sé að ég þarf jafnvel að gera námskeið bara að lesa sjúkraskrána sína. Það hvað gerist þegar við verðum fyrir alvarlegu áfall eða alvarlegum mistökum, hvað tekur við, hvað ég var að gera. Ýmislegt, en fyrst þarf ég að vita hvort að fólk hafi áhuga. En endilega, bara takk fyrir að taka þátt og bara endilega miðla með fleirum.